Hæ, bókabóðsbesties. Halló. Önnur bók búin. Já, check. Ó, það er svo gaman. Hvað er komin margar á þessu ári? Ó, maður fara yfir það. Það er 9. mánuður núna. Nei? 11. Vó, jésús. Það er 11. mánuður, þannig að það er 11. bókin í bókabóðinu. Já, einmitt. Það er alveg crazy. Það er crazy. Já, það er búin að duglegar. nóg að gera. Já. Frida McFadden. Frida McFadden. The Intruder. Já. First thoughts. Mér fannst hún bara fín, sko. Bara svona krútt. Við erum búin að vera alltaf í grúsum bókunum, sko. Og svona, eða þá frekar flokknum fantasíubókum. Já. Þannig að þetta var svona smá bara svona, þægilegt. Skilur. Sammála. Þetta var bara típisk Frida-bók, bara svona semi-fast peysuð. Já. Svona alltaf eitthvað hella plott í endan. Já, maður alltaf svona bíði eftir því. Já. Fast peysu, hella plott og svona þannig, en þetta var svona, já, þetta var svona svo að horfa á eina góða bíómynd. Sammála. Og hún er bara búin og hún situr ekkert eitthvað eftir. Nei, og það er ekkert framhald. Nei, já, ég er góð, sko. Þetta, já, það er svo bara einn góð spóla, sko. Sem er bara svona fínt inn á milli. Já, mér fannst þetta ógeðslega fríturleg bók. Mjög. Fannst þið það ekki? Jú, og karakterinir og líka bara svona, ég veit ekki hvort að hún sé með ykkur lesara inn á stóri, eða þú veist, fyrir Storytel og audiobækurnar sínar. Mér finnst alltaf svona svipaðir karakterar, eða þú veist, hvernig gellan les. Það er enda góða punktur, já. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona samningur á milli, eitthvað kannski stofu eða eitthvað þannig. Já, geta alveg verið. En já. Já. The Intruder. The Intruder. Mér datt ekki í hug þegar við sáum svona The Intruder. Ég var ekki að hugsa að það væri fyrir að vera svona, eða þú veist. Það var fyrir krakki. Já, ekki heldur, sko. Við elskum að fara inn í bækur sem er bara vitandi nothing. Bara einhvern veginn, þú veist, bara ekki búin að lesa neina spoilera eða, þú veist, neitt þannig. En ég skil alveg að hún var, þessi bók var númer 2 á Íslandi, en ég skil það alveg, þetta er þægileg, góð svona bók, þú veist, maður enga stund með hana. Enga stund, og bara svona, geta bara gefið sér 8 tímana, skilur, ekki á okkur speed eða eitthvað. Já, líka því maður langaði alveg að heyra. Maður var alveg, ok, hvað er fucking plottið? Þannig að það var alveg spennandi. En sko, þú veist, smá gagnrýni á bókina er bara, að þú segja, þetta er mjög frítuleg bók, en þú veist, þetta er svona eiginlega frítuleg bók. Fattar það, mér fannst bara svona, ok, ég ætla að byrja bara strax í gagnrýni. Bara, þetta var svona, ég sá þetta líka á TikTok, að sumir fannst þetta minna á Never Lie plottið. Svona, þetta var Frida? Já. Já, þetta er alveg svipar cabin og allt. Já. Skilur. Já, og svona, þú veist, eitthvað svona, já, það varst þú allan tíman. Já. Svona svipað, þú veist, já, þegar þú segir það. Ég fatt ekki, það var alltaf hún allan tíman, já. Þannig var svona... Spoiler á sábók. Svona spoiler á sábók. Já, sorry, en ef þið eru bókabúinu þá. Já. En you know, en já, það var svona smá svona, ok, það var svolítið svona svipað því. True. Ég bjóst ekki alveg við því, sko. Nei, ég bjóst... Nei, hún vonandi heyri þetta ekki, það er eitthvað að vera að bora hérna. Heldur það ekki? Nei, þetta er sleppur. Okay. Mækar er svo nánir okkur. En nei, þú veist, þannig að það var svona, ok, ég svona, damn, en ég sá það samt ekki coming, ég var ekki búin að kveikja því, sko. Nei, ekki heldur, af því að nöfninu voru svo ólík og eitthvað. Já. Þannig að ég var svona, já, ok. En það var samt alveg smá skríti plottum að pæli því, eða þú veist. Já, gagnrýni nummer 2 var svona, nefndur ekki skrifa þessu bók. Já. Hvernig var þessi Eleanor búin að lenda í nákvæmlega það sama, las líka nafnið á birth certificate, rugglaðist líka á pöppum. Já. Ég var bara svona, þá var ég svona, að ég var alltaf eitthvað svona, oh my god, þú veist, það hlýtur að vera meira. Þegar plottið kom var ég bara, nei, þú veist, það er eitthvað, að hlýtur að vera eitthvað meira. Þetta getur ekki verið að hún bara mætti gellu af tilviljun. Var hann ekki líka með rautt hár og freknur og sömu augu og allt? Já, af tilviljun hitt hún barn sem lendi nákvæmlega sama hún sem barn. Sem var rauðhár með blá augu? Já. Sem er ekkert algengt? Er ekki yfirleitt rauðhár með grænu? Jú, það er eitthvað annað, já, einmitt. En já, þannig ég var bara svona, ég var bara nefndur ekki að spila þetta, þú veist, nefndur ekki að skrifa þetta, því þetta var bara svona, já, bara ég þekki þetta, bara ok, sígarettu, brennumerkin, I get that, skilur við bara eitthvað, ok, þú veist, það getur gerst greinilega, en ég veit ekki, ég var svo mikið í þessu sem ég var svona, þú bara nefndir ekki að klára plottið eitthvað. Já, þú varst bara svona, gerum þetta, þetta var hún allan tíma, skilur við, það er svona ákvað það bara last minute. Já, og bara eitthvað svona, þú veist, einmitt, og svo bara eitthvað, ok, svo fer hún yfir til Lee og ætla bara að drepa hann, og bara eitthvað, ég las þið á birth certificate, ég var bara svona, ég var þá
tíma var ég bara, hún dáin? Og hver finnur alltaf birth certificate sitt? Já, bara, og báðar, skilur, og báðar óska sem mamma sín myndi deyja, ég svona... Og samt elska mömmu sína, skilur. Já, þetta var... Svona little too close to home. Já, ég var með notes í gangi. Fyrsta sem ég skrifaði niður þegar ég byrjaði að hlusta á það, ég var svona, ok, pabbi hennar mun tengist þessu sögu eitthvað mjög mikið, af því að hún talaði ekkert eðlilega mikið pappa sinn. Hún bara eitthvað, þú veist, bara, hvernig hann býti pastasósu, hvernig hún skýtur, hvernig hún á að verja sig, þetta var bara svona, allt tengdist pappina, hún var alltaf bara pappi. Þannig ég var svona, ok, þetta var raunlegur feitur spilari í þessu og þá var ég allan tíman með að hlusta á Ellu POV eða þú veist, before, þá var alltaf eitthvað svona ok, það er eitthvað saman pappa Já, þessi systir eða eitthvað, já en hann var dáin Já, hann var dáin, já en hún hefði komið þess að hefna sína að hún hefði fengið lífið sem að Ella fekk ekki eða eitthvað þannig, ég var svona ok, þú veist, svo hún alltaf svona eitthvað vísi náttúrulega bara, hún hefði verið rekin og eitthvað þannig og ég var svona, ok, það hlýtur að vera eitthvað stórt, skilju svo var það bara svona, það var alveg stórt en það var samt ekki eitthvað svona fattar þið, því samlega það var svona, was that what we were waiting for ógeðslega mikið svona build up sem var svona smá svona jú, gott plott, ég fílaði að hún hefði verið Ella allan tíman, einhvern veginn en en samt svona eitthvað ég veit ekki já, ég skrifaði líka ég bara vissi að pappina myndi tengjast mikið og fannst líka það smá svona eitthvað steikt eitthvað ok, Ella, þú veist dreipur mömmu sína eitthvað skutla til pappa síns og það er strax bara eitthvað best samband í heimi já svona eitthvað smá svona ég veit ekki unrealistic eitthvað einmitt, já hann átti að vilja þú veist, allan tíman verið í sambandi við hana og eitthvað svo er þau bara besties bæði smá svona kúkú skilur smá brengluð þú veist upp á hann var allir fangilsi fyrir assault og hún bara ræðist á alla og skilur einmitt ég var bara ok, koma óvart að hún væri Ella þú veist það kom alveg óvart ég var alveg svona ok þú voru að say your full name ég var nú kemur það Eleanor svo Elizabeth ég var what the fuck einmitt það var alveg fyndið sko en en já, þannig að þú veist, mér var splott að koma óvart, ég var ok, þetta er ekki sammannskjandi, þá fyrir hausum hans bara eitthvað, ok, þetta er sammannskjandi, þá fyrir hausum hans bara hvað gerla er náttúrulega heima hjá henni. Líka, þú veist, hún sem var heima hjá henni er ég skrifaði það niður, þú veist, krakkin er psycho. Þú veist, já, einmitt. Hún er aðeins psycho. Krakkin sem var í before. Nei, líka Eleanor sem kom... Já, þau eru báðar psycho. Já. Hvernig hún, þú veist, talaði og hugsaði mömmu sína samskilur og bara eitthvað, þú veist, líka þegar hún rotaði rúbbigæjan eða fútbolgæjan hana. Já. Akkur var ekki neitt meira á því. Einmitt. Var hann ekkert bara eitthvað að klaga, skilur. Einmitt. Þú veist, það var ekkert meira með það. Nei, það var bara ekkert. En líka, þú veist, Eleanor Nell hennar sem kom heim til hennar hún er psycho og það meikir ekki sens að þau séu bara öll vinir eftir þetta þú veist þegar bókin er komin að enda skiluru að þau séu bara vilji vera kringum hana gera hann manipulateði og held you hostage og bara þú veist, ég veit með eitthvað soft spot fyrir börnum sem er neglektuð en þetta var samt svona hvernig trista það henni bara já, þetta var svolítið mikið bara með að bissa á alla og með nýf og veitu, nú er ég Já, blóðið var úr mömmunar. Hvernig komst hún þangað aftur í, skóginn? Við vitum það ekki. Að því hún var öll í blóði? Já. Það meikaði sko. Hvernig, þetta var bara in the middle of nowhere. Já, bara in the middle of a storm. Já, einmitt. Hún á bara eitthvað að hafa komið sér þangað, við fengum aldrei að vita hvernig. Nei, það er nokkuð. Nei, ég held ekki sko. En já, og svo teikningarnar skiluru. Í notebookinu bara búin að skera úr henni augun og eyrað eitthvað svona, þetta er, þú veist, þú væri síðan aldrei bara setjandi með mataborðu bara eitthvað svona eins og þau eru í endan ég bara, it's not adding up ég veit að hún er alltaf líka sjálf psycho en líka bara hingurinn hann á að vera bara geta eðlilegur já, þannig að þetta var svona einhvern veginn bara eitthvað ok ég var að bíða eftir að það væri þessi Anton já, ég líka Svo var þetta bróður hans, ég bara, og nennir alla að gera það Anton, skilur Já, ég var svona, að þegar var komið endur og var ég svona, ok, hvað er Anton, skilur við höfum ekki heyrt svona mikið hann maður myndi spila eitthvað part, skilur maður núna svona fann að outsmart the writers, skilur maður svo reynir svona, ég sé hvað það gera alltaf, já, og
ég svona, ok, hvar er hann? Þú veist ekki, hann getur ekki verið, hann skiptir bara engu máli, þú veist, það bara meikar ekki neitt sens. Og svo, ég endam hann svona, he looked familiar. Ég bara svona, ok, ef þetta er Anton, þá er Fríða búin að missa mig. Já. Þú veist, þá það væri svo típist Fríða. Já, það væri alveg típist Fríða, en svona, hvernig ertu ekki búin að fatta þetta væri hann ef þetta væri hann? Og svo bara svona, já, þetta er bróðir hann, svo var ég svona, ok, well played. Já. En á sama tíma, pirraði mig, akkur myndi hann þá bara ekki segja að barninu satt. Einmitt. Það er því Anton vildi það ekki. Já, ég veit það, en bara eitthvað svona, hann er dáinn, en hann er bara eitthvað í fangilsi. Já, hann lofa honum því, skilur. En bara ímyndaðir þegar krakkinn kemst að því, hann múin skjóta alla, sko. Ég veit það sem ég segja, þú ykkur að segja kids, skilur, þú veist, ég ekki ljúga þessu krakka, sko. Nei, bara eitthvað, hún er búin að gera infinity promise og bla bla bla, þú veist, ég er bara svona, og svo hann bara eitthvað lífi og hann er skjótast þarna föstu dögum að fara að hitta hann. Ok, Fríða var þannig að segja okkur þar önnur bók á leiðinni. Einmitt, true. Fattar þau? Já. Þetta var svona, hvert er hann alltaf að fara? Já, líka hún nýbúin að fatta að bróðurinn var Anton, hann er dáinn. Já. Hún heldur hann sé dáinn líka. Já. Hann ástfanginn af henni, bróðurinn. Auðvitað, önnur bræðra ást. Típist. Án krís, það eru allir obsessed með eitthvað svona bræðradæmi, sko. Þetta, ég var líka bara eitthvað, nei, ekki bræðra ástin, ég meika þetta ekki, sko. Ég held að það væri að vera eitthvað ógeðslega twisted, bara eitthvað í alltaf áttina, meðan hann líka, hann væri bara með eitthvað, þú veist, eitthvað læsta í kompinu sinni eða eitthvað, skilur. Og hún lét hann hljóma þannig allan tíma, bara, I don't trust him. There's something off about that guy. Já. Og svo bara ekkert á honum, bara eðlilegastur. Og bara get nice. Já. Ég ætla að vera fröndin. Já, ég bara tekið inn. Já. Ég bara tekið. Þannig að það mikil ekki neitt sens. Smá svona hálfklárarandir, en samt bara fínt að ég var svona, já, ég er bara góð með þetta, skilur. Já, ég líka, sko, það var spennandi og ég var svona, þegar plottu var að koma og svona, oh my god, ég get ekki hægt að hlusta. Þetta var típist Fríða bók. Var ekki líka í Neverland, nú þú nefnir þessu bók, var ekki líka andlit í glugganum og eitthvað? Jú. Fyrir utan? Jú, það var eitthvað að fela sig inn á heimilinu. Jú. Basically an intruder. Já, ég fatt ekki að það væri sami, það væri bæði Fríða. En þegar andlitið var í glugganum, það var allt dimmt heima mig og bara, Já, það var úþægilegt, sko. Já, en svo þegar krakkið var svona, já, ok, skilur þið. Já, ég þorði ekki að hlusta á þetta upp í bústað. Nei, ángríns, ég var alveg hrætt ég var að hlusta á þetta bara eitthvað, ein heima, bara kvöld alveg myrkur. Já, bara ég meikið ekki. Nei, þetta var óþægilegt, sko. Já. Óþægilegt svona lýsingar. Fríða er góð, en ég var samt bara svona, þú nefndir ekki skrifa þessu. Það er líka sem allir með að segja á TikTok, bara svona, hún lítur að vera á samning þar að skila af sér að því hún er að gera svo hratt. Já. Það er bara að koma nýbók. Ég held líka bara svona stuttabækur. Já. Frekar hann að gera eina langa sem væri þá, þú veist, í staðan fyrir 2, skilur. Já, einmitt. En sko ég sá einhver á TikTok að bera saman, sko, þú veist, bækur frá henni og þá bara, ég man ekki hvort það var The Boyfriend og Never Lie, það var alltaf einhver bók sem heitir The Boyfriend og einhver önnur bók, það byrja 2 kaflar sko nákvæmlega eins, bara sem setningu. Það var svona, fuck, bara er bara að gleyma bara hvað hann er búin að skrifa. Það er áhugavert. Já. Þetta var eitthvað svona þetta var bara svona paragraph þú veist, eitthvað svona þessi fóru sátt þessi mat. Það var sitt kom maturinn en orðað alveg eins. Oh my god. Það var bara mismunandi matakins, eitthvað einn. Girl. Já, ég veit ekki. Frida girl. Frida, what are you thinking? En já, ég skrifaði sko ég held ástæðan okkur hún hefði verið rekin væri miklu verri. Ég líka. Já, maður bara svona, ok. En samt ekki þannig að hún fær í fangelsi eða eitthvað. En þú veist, ég vissi ég ekkert hverju ég átt að búast með það. Nei, en ég var bara svona, þetta spila alveg part, skilur það er, að hún er alltaf eitthvað svona vitni í þetta og þú veist vildi samt ekki tala um það? Nei, já. Svo bara ok, hún reðst á eitthvað pappa þarna. Til þess að líka grófa lýsingar með það sem þau gerðu við Britney. Anton. Já, já. Ég held bara hún myndi vera bara dáin eftir þetta, sko. Ég held hún myndi deyja, sko. Og ekkert follow-up hvernig það var? Nei. Hvernig, þú veist, hún hílaði eitthvað þannig? Nei, ég var alveg tímpundi bara svona, þú veist, er þetta barnið hennar Britney, koma að hefna sín eða, þú veist. Einmitt. Ég veit ekki. Svo líka stundum var ég svona, hvert er þetta að fara með þetta? Stundum var hún svona eitthvað, oh, she looks like she's a kid, but she's so grown up, og svo stundum var hún get childish. Já, það var eins og í enna þáttunum hana. Já, eins og í þáttunum ég held að heiti bara eitthvað America's Family eða eitthvað þannig. Það sem að, þú veist, það er kona með dvergasyndrom. Já, hún er svona little person. Já, og það sem hún
þú veist, þykist fyrir barn. Já, fjölskyldan Já, þú claimar veist, bara fólk veit ekki ennþá hvað er hvað, sko. Einmitt, en ég var svona, erum við að fara til það? Já, ég held það líka, smá. Já. Það var náttúrulega svo ótrúlega lítill. Þetta var líka bara svolítið svona pínu svona ótrúverðug bók allan tíman, þú veist, þú bara svona, já, taktu bara svefnherbergið mitt. Lokaði bara inni, þú veist, þú myndir aldrei gleyma byssun ég veit ekki. Nei, því hún var nýbúin að tala þessa byssun í herberginu sínu. Og þú ert alveg svona hrædd, skilur. Já. Það var svona einu sem ég var svona, en ég skemmti mér samt hlusta á hana, það er ekki það. Já. Það var mjög gaman hlusta á hana, sko. Maður hefur alltaf bara að tala um eitthvað sem maður situr út af, sko. Já, já. Hvað var meira? En mér fannst, já, plottið var skemmtilegt, þetta hafi verið hún. Þú veist, ég veit ekki hvernig ég sá það ekki coming. Nei, ég sá það ekki heldur, sko. Ég held að þetta væri bara krakkinn. Já. Hinn, af því að þetta var bara nákvæm lýsing af þessum krakka. Nákvæm lýsing. Og Eleanor, Ella. Nelly. Já. En Nels eða eitthvað. Ég var aldrei heitt samt heita Elizabeth voru að kalla Ella. Nei, það sem mikil alveg senn. Já. Elizabeth, Ella. Já. Já, líka því að hún heiti Kelsey eða eitthvað. Já, hún heiti Kelsey. Elizabeth Ella Kelsey. Hét hún það setna nafninu sínu? Já. Ok. Þess að kölluðu bara Kelsey. Já, ok. Ég held að það væri bara svona random nafni, bara hvernig áttu maður að fatta eitthvað, eða þú veist. Og svo líka bara svona þegar lík kallar hana Ella maður svona, ok, hver ertu? Þess vegna ég held að þetta var Anton þá. Já, ég held það líka, en ég var svona, þá var ég svona að þú myndi freaking þekkjan. Já, það var svona, þau bara þessi var 12 ára. Já. Það var með grænt hár og eitthvað þá. Já, trú, kannski ekki, sko. En ég svona, já, ég finn svona eitthvað feeling crooking að þessi önnubók þessu að koma. Það hlýtur að vera. Hún er svona 2 to 3 parter gæla, sko. Já, hvað er margar housemates? Hvað eru ekki 4? Við erum búin með 3 ár, sko, svo við ákveðum að taka ekki 4. Nei, það var orðið þund, sko. Já. Það var alltaf þund. Það var alltaf þund. En ég er spennt fyrir bókinu. Nei, myndinni. Já, ég líka. Hún er bara komið núna í Disvers. Já. En ég sá eitthvað inn á Storytel, það var housemate nema með þeim á coverinu. Þú veist, Amanda Seyfried. Já, það eru bara að vera eitthvað að promóta söguna. Já, ég held að það væri eitthvað, þær að lesa eða eitthvað. Það hefur verið gaman. Já, en svo sýnst mér ekki. En ég reyndar fór ekki lengur inn í það. En ég var bara svona, ok, akkur gerði það ekki? Já. Það var alveg cute. Það er alveg cute að þú veist, ef það verið gefið út svona alltaf í kringum. Þú veist, kringum bíómyndina, skilur. Já, þú veist, Summertime Pretty, þá er hún að lesa, skilur. Já, einmitt. Lola. Þetta er ennþá, þessi bók er ennþá núna númer 2 og top 50 enska bækur í Íslandi. The Intruder. The Intruder. Hún alltaf er bara frækka nýlega komin inn, er það ekki? Nei, ok, hún var alveg komin inn í október. Það er einn sem kommentar hérna inn á Storytel, need to know more, such a good book, make number 2. Ok. Einn sem segir hérna, of langdregin fyrir mig, hægt að lesa nokkra klukkustundir inn. Bók er ósammála. Þetta var ekki, þú veist, við varum alveg að lesa langdregna bækur, sko, þetta var ekki... Þetta var svona auðlesið. Við vorum að hlusta, skilur, en þú veist, svona auðhlustanlegt. Mjög auðhlustanlegt. Þannig að, þú veist, þannig að maður datt einhvern veginn ekki út af því maður skildi allt, skilur. Það var ekkert svona, what? Já. Þannig að ég veit ekki, ég var trött að mér svo erfitt að stoppa. Ég verð bara að klára því að þá getur ég gert mark as finished inn á Storytel. Þá fer það í svona bókaðilina mér hvað ég er búin að lesa. Annars myndi það ekki mig að fara á hana. Nei, það má ekki fara á hana. Og svo er það þessi segir mjög góð. Þetta eru svona kommentin sem eru komin inn á Storytel þessa bók. Þannig að, já, en þú veist, Fríða, þú veist, sko máli er, Fríða er búin að gefa út ekkert eðlilega margar bækur. Þetta er sko bara endalaust. Hún er rosaleg. Já, hún er nefnilega alveg rosaleg, sko. Já, hún hlýtur að vera bara með eitthvað svona samning með útgáfuna sína, hún þurfa að gefa út bara 12 bækur á ári eða eitthvað. Það hlýtur að vera, sko, því þú veist, þetta er svo ógeðslega mikið. Já. Ég veit ekki alveg. Já, hún er að gefa þessu content, sko. Já, hún er líka að gefa... fólk sem er í bókaheiminum, það bara konsúmar svona bækur 0-1, þannig að það þarf bara að vera að gefa út til að halda þær á okkur toppi, sko. Já, og þú veist, bara hún og Colleen Hoover, svona okkar, þú veist, stærstu rithöfundur núna fyrir okkar generation einhvern veginn, þú veist, af þessum genre, þú veist, ekki fantasíana og eitthvað þannig, en af þessu genre, þetta er svona rosa mikið bara þær. Hérna, að gefa út svona similar, svona auðveldabækur einhvern veginn, en með kannski inn á milli góðu tvisti og eitthvað. Já, Fríða meira svona í glæpum og morðum, sko. Colleen Hoover svona fyrir þangað inn á milli. En hérna, en já, mér svona þessa tvær eru alltaf að koma mestu upp.
Ég veist bara, þeir fullt að bóka með Colleen sem við vitum ekki svo þessi til, sko. Já, 100%. Ég ofta að sjá bara stóri til auglýsingar og þessi bók kom frá Colleen Hoover, ég bara... Já, svo kom ég inn í bara bíó og ég veist mikið það. Bara what the hell? Já, en þá voru líka búin að taka smá Colleen pásu, sko. Já, við tókum alltaf smá frítupásu eftir Never Lie og tókum líka smá Colleen Hoover pásu. Hvað síðasta bók sem tókum við eftir Colleen Hoover? Var það ekki bara... Var það hana, ég man þig? Nei, hvað heitir hún? Nei, ekki hún, það var eins og svona bíó. Æ, hana, sem hún brann? Já. Hvað heit hún aftur? 9. nóvember, nei. Jú. Að það? 9. nóvember síðast sem við tókum. Já, ég held við fórum í smá pásu eftir allt það dramað, sko. Já, við gerðum það, sko. Við tókum alveg nokkrar á því ári. Við minnum við tókum eina þarna sem að var eitthvað einu svona Summertime Pretty, já. Ég mann henni líka. Og svo svipa vibe, mann ekki hvað hún hét. Bookshelf mitt svo Óskipur. Hjartabein. Já, Hjartabein, já, hún var svo mikið auglýst, þannig við prófum hana. Já, við tókum hana. Alveg rétt. Hana... Já, með hundinn og eitthvað. Heartbone eða eitthvað, já. En já, þannig að við erum svona, bara, þú veist, já, þetta var góð frítubók, bara ég skal gefa henni það. Já, hún var bara fín. Hvað myndirðu reyta hana? Ég er hætt að reyta svona bækur. Af því að mér finnst ekki hætt að reyta nema bara út frá einhverju genre og... Já, það kannski kom út allt eitthvað. Já, mér finnst mjög erfitt að reyta bækur. Þetta er ekkert eitthvað, my dream book er mjög svona góð, eða þú veist. Já, ég sammála. Já, ég get eiginlega ekki borið neina bækur saman, skil, ég þurfti að vera með nákvæmlega, þú veist, þannig að mér finnst bara fín bók. Já, ég sammála, mér fannst þú fín. Þetta er bara, þú veist, eða þú veist svona, hvað ég hlusta á? Ég myndi alveg vera, hlusta á Intruder. Bara, þú veist, skemmtilegt blott og þú veist. Já, þú vilt ekki konsúma því ykkur 18 tíma bók, þá er þetta bara mjög flott. Já, nákvæmlega, þú veist, að við vorum að koma úr svolítið svona heavy crime, sko. Þú veist, Pretty Girls var svolítið heavy, þannig að, klálega, ég mæli með bara, þú veist, þeir sem eru að hlusta eru búin að hlusta á Intruder, þannig að you know this, en við held, eru ekki alls sammála, þetta var svona cozy. Jú, mér finnst það, sko, þú veist, þrátt fyrir að þetta séð um að spenna, skilur, og smá eitthvað. Já, ég bara elska spennu, það verður eitthvað spenna. Já. Verður að vera, þú veist, þótt að sé ástaspenna eitthvað, það verður eitthvað svona smá spenna, sko. Er það ekki í flestum bókum? Nefnum kannski svona eins og Summertime Pretty bókunum. Skilur, það er ekki spenna, það er bara drama. Nei, bara drama, já. Það er enda líka máli vera. Já, ég fílaði bara svona alls konar, sko. Ég er mjög mikið chameleon. Í bókum? Já, ég er alveg sammála, sko. Maður á sitt uppáhaldsgenra og maður getur hlusta á alls konar. Sammála því. En þú átt næstu bók? Já, við erum ekki búin að velja, við erum fatt það núna. Nei, þú ert eitthvað að pæla í Frankenstein. Já, en ég var ekki pæla fyrir bókabóði. Ok. Ég var að pæla því bara fyrir okkur. Bara fyrir okkur, já. Við munum alveg taka hana fyrir náttúrulega bara í þætti, bara vennilegum tepastætti, af því að við ætlum að tala um myndina líka og eitthvað. En já, mér langaði að taka hana, ekki sem bókabóðs. Ég skil, ok. Af því mér langar að taka hana strax. Ég skil, ok. En þetta er svona súbók bara fyrir ykkur, hún er náttúrulega bara klassísk, bara Frankenstein, þetta er Mary Shelley. Sem ég er mjög spennt fyrir. Ég nefnilega þekki ekki sögunars Frankenstein, þannig að ég er alveg mjög... Ég var oft séð eitthvað gamla Frankenstein-myndir, skilurðu. En ég sá bara svo mikið núna, bara kjölfæraði myndina á Netflix með Jacob Elordi. Þá sé maður svo mikið bara söguna af Frankenstein og til svona 1000 útgáfur að því. Og bara hvernig alls konar bara leikstýrnir sjá fyrir sér söguna og einhverjum með einhverjum plott og eitthvað þannig. Já. En þetta á að vera svona klassík sem allir eiga að lesa. Já. Ég veit ekki alveg nógu mikið þetta en þú veist bara Mary Shelley eða kona sem skrifaði þessa bók og þeim tíma var það svona það skrifuðu ekki konur eitthvað svona bækur skilurðu þannig að mér finnst það ekki merkilegt og þú veist ég sá bara svo mikið á TikTok og bara ég las Frankenstein til Mary Shelley og ég vissi ekki að þetta myndi bara breyta lífinu mínu skilurðu þannig að mér langar svo að lesa hana hún er ekkert heldur eitthvað löng eitthvað þannig bara þú veist svona klassísk bók bara bók og ein önnur sem mér langar líka taldu líka Jacob Elordi Rebecca, sýstin mín, hún er mikið bókakona hún var að segja mig að þegar koma Wuthering Heights með Jacob Elordi og Margot Robbie hún sagði bara, ertu ekki með að lesa Wuthering Heights bókina? Ég eitthvað, nei, á ég að gera það þú veist, ég vissi ekki að ég ætti að gera það Hvað er það? Er það ástasa? Það er svona ásta 1800 svona eitthvað dæmi en samt svona má ekki, skilurðu Ok. Og hún eitthvað, já, lestu hana þannig að þessar tvær eru svona tvær klassíska gaman að taka klassíska líka Já, ég vóð svo til ég Það ekki Það er svo biblían í janúar og eitthvað Biblían og Nýja testamenti Nei, ég er alveg ógeðslega ég væri ógeðslega spennt fyrir að taka og mér langar eiginlega ekki að sjá mér langar ógeðslega að sjá Jacob Elordi Frankenstein myndina en mér langar fyrst að lesa hana að því það ekki söguna sko zero Þú veist alveg að Dr. Frankenstein bjóð til eitthvað Nei, ég veit ekki Ég veit hvernig hann leit út af því ég sé sem að vera á Halloween That's about it Já, þannig ég er svolítið spennt af svona Já, bara dýfa inn í bara beint inn í bókina Já, það er bara gott skref Já, en ok, býtum
þú sagðir, tjekkum hvað til að ná Já, ég var náttúrulega að reyna að plata þig í Brimstone sem part 2 af Quicksilver. Já. Já, má ég sjá, eitthvað skemmtilegt sem Wuthering Heights. Já, Wuthering. Það að koma, þú veist, það fall in love and again and again. Það þú veist, úr þeirri spólu, skilur. Þú veist, hún gerði þetta lag fyrir trailerinn. Hún Charlie XCX. Kann ég? Ég er búin að senda ykkur svona 10 sinnum eitthvað klippur úr þessu, sko. Já. Þau 2 saman í þessar spólu. Ég svo spennt, sko. Wuthering Heights. Já. Það eitthvað inn á Storytel. Já. Já, það sko líka fullt á útgáfum af Frankenstein inn á, Storytel líka, en ég bara veit ekki hvaða ádió að vera best. Okay. Ég þarf eiginlega að komast að því, en ég byrjaði á okkur í gær og hún bara mjög basic. Bara til að heyra það. Já. Sko, það eru 115 mismunandi editions af Wuthering Heights. Já, svo það líka. Við þurfum að finna, þú veist, hvað á að vera besta hljóðið, skilur, besti lesandurinn og hvað þannig. Ég veit ekkert þá sögu, by the way. Ég veit bara að þetta eitthvað svona 1800s Forbidden Love dæmi. En ég elska það ef það komið bíómynd líka. Veist, já, það koma. Mér svo spennt. Já, mér langar svo að vera búin að sjá, heyra bækurnar áður en, ég er smá svona núna, eins og með, þú veist, Hunting Wives, ég er bara svona, hvað hefur verið búin að lesa bækur, þú veist. Já. Nú langar mér að vita svona meira, þannig að mér langar að lesa þá bók áður en ég sé myndina og bæði með Frankenstein, þannig að hvor viltu taka? Við þurfum ekki að finna nákvæmlega hvað edition við tökum núna. Við getum bara posta því á Instagram. Sko, eitt sem að líka, þú veist, að því mjög langar að taka Wuthering Heights þegar myndin að koma. Ok, vera nærði því. Já, það ekki, þannig að það sé svona fresh. En það líka eitt sem að, þú veist, það önnur klassi sem kannski cute fyrir desember, sem að kannski margir búin að lesa, en ég held ekki margir. Ok. En það Little Women. Mér langar svo að lesa hana. Er það ekki að gera? Já, hún ekki örugglega inn á Storytel? Það vonandi, tjekkum. Ég mér alltaf langað svona Bróta Friends. Já, þú veist, ég horfði á spóluna í ár. Ég náttúrulega ekki sé spóluna, sko. Oh my god, hún æði. Þannig að ég náttúrulega veit söguna, en þú veist. En, jú, hún hérna. Ok. Series, þetta margar þá? Litlar konur líka á íslensku. Ok, Little Women. Þetta Louisa May Alcott. Leðum við að sjá, já, Ingismeyjar. Passar. Já, til Ingismeyjar. Það greinilega fullt af pörtum hérna. Já, þetta sko World Classics. Ja, þetta náttúrulega svo ótrúlega, þetta svona löng bók held ég, sko. Þessi 18 klukkutímar, en raun og veru 19, þetta örugglega bara þessi hérna. Já, ertu með þarna? Ok, beti, ég fór í ykkur öðru. Part 1. Það ekki? 18 klukkutíma part 1. Já, þú veist, það bara bókin. Þú veist, þetta sett inn í eitthvað World Classics. Já. Þetta bara inn í eitthvað svona playlista af fulltum svona... Það gaman. Klassískum bókum. Svo kemur þetta similar, þá kemur Wuthering Heights hérna fyrir neðan. Einmitt. Þannig að, já, er ekki próf hana? Próf Little Women. Er það ekki cute? Jú, það er mjög cute. Það er svona cute fyrir December vibes. Já, ég svo til ég. Gekkja. Oh my god, en gaman. Það verður að vera alltaf einn klassísku ári, þó ætlum að fara núna nokkrar á næstinni. Já, og við fundum eitthvað spennandi jólabók. Nei, en bara ef það ykkur, endilega láta okkur vita og þá bara tökum við hana aukalega, skilur. Já, nákvæmlega, það verður gaman. Já. Þannig að næsta dagskrá, Little Women. Little Women. En já, Intruder, skemmtileg, góð, fast pace, skemmtileg plott. Mælum með, já, hún er cozy. Þetta var engin þetta skilur ekki eftir sig eitthvað svona. Nei, en þú veist, það þarf ekki að vera þannig, finnst mér. Nei, en sumar eru þannig. Já, sumar eru, wow. Mér finnst það ekki þurfa allar, það var bara svona, það var komið svona bara... Það bara svo bíómyndir, sumar eru geggjar og... standarda, hvað sem maður segir, skilur. Sumar eru bara svona góð skemmtun. Algjörlega, sammála því. Þannig að þetta var góð skemmtun. Svo sjáumst við bara í desember með Little Women. Sjáumst þá. Bye.